halda áfram með dagskrána hér á Suðurlandi FM. Við ætlum fyrst að fræðast aðeins nánar Sindra torfæruna sem verður haldin á Hellu núna komandi helgi 7. og 8. maí. Þetta fyrsta umferð Íslandsmótsins og Norðurlandamót, heimsmeistaramót, ég veit ekki hvað og hvað. Við kannski fáum að fræðast nánar það. Kári Rafn Þorbergsson komið til mín. Sæll og blessaður. Blessaður. Það Norðurlandamót, heimsmeistaramót, Íslandsmótið. Þetta eitthvað meira eða? Ekki, nei, við getum ekki talið meira upp en þetta ansi stíf dagskrá en við þurfum nú ekki að halda nema eina keppni sem þess að 2 daga keppni og þar eru íslenskir sem og erlendir ökumenn og bílar. Erum að fá normenn til okkar. Já. Og íslensku keppendurnir keppa náttúrulega bara í þessu Íslandsmeistaramóti en svo haldið þetta Norðurlandamót þar sem við höfum fengið Svía og Finna og Dani og allra þjóða kvikindi til okkar en við verðum bara, það kom bara normenn núna. Ok, eru þeir framalega í þessari grein? Við náttúrulega Íslandi búin að vera, Íslendingar eru framalega í torfærunni en hvað með Svía og normenn til dæmis? Við höfum alltaf verið á undan. Já. En þeir eru búin að síga ansi hratt á okkur og til dæmis svona í september í fyrra þá vorum við á svona Norðurlandamóti í Noregi og þar stóð normaður uppi sem sigurvegari. Já. Og en Íslendingar í öðru sæti og hvað 4. sæti þannig að við stöndum í þeim ennþá þannig að þetta verður hörð barátta. Þetta verður hörkukeppni helgina en þannig þið ætlaði að spinna þessu saman Íslandsmótinu og Norðurlandamótinu og þessu öllu. Já, við erum núna að fara að keyra, ætlum að keyra 6 brautir á laugardaginn þar sem að við erum með 22 keppendur svo á sunnudaginu keyrum við aftur 6 brautir og þá bætast götubílarnir við, götubílarflokkur og það eru svona þessir minna breyttu bílar. Jú. Og þeir koma 4 inn, ég held að séu nú bara allir nema 1 frá Selfossi mér þess að. Já, ok. Séu orðnir flestir hérðan. Já. Þannig að það eru sunnlendingar í mörgum bílstjórasætum hérna. Já. Gríðarleg uppbygging hérna. Algjörlega. Hún að vera í þessu sporti á Suðurlandi. Hvernig er aðstæðan á Hellu? Er hún ekki eins og bestur á kosið? Það er ekki hægt að segja hana. Við höfum alltaf verið mjög framæðilega í þessu keppnisaldi og búin að halda torfærir í mörg ár og það sé ekki verða komin 40 ár. Já. Og við erum náttúrulega svolítið sérstæða því að við erum með á sem er 200 metrar löng sem við fleitum niður eftir. Já. Og við erum með mýri það sem var gríðalegt drullumall og hann var nú bara 1 sem kláraði hann í fyrra. Já, það. Þannig að allir verðum ekki eitthvað að hafa hann auðveldari núna svo að við kannski fáum helmingin til þess að klára. Já. Við sjáum til með það. Þetta er góð aðstæða þarna. Já, gríðarlega góð aðstæða. Býður upp á allan pakkan. Já, og það sem er náttúrulega skemmtilegt við þetta, við erum með áhorfendastúkur á náttúrunnar hendi. Já. Þetta er gil sem við erum að keppa í og þannig að það er gríðarlega góð aðstæða fyrir áhorfendur. Sjá vel allan tíman. Þetta er frábært. Við erum búin að búa til 12 skemmtilega brautir. Ég held að þetta bara get ekki klikka. Það spáir mestur sól sem að bara hefur sérst held ég. Já. Menn verða að vera með sólar ábyrðin og olíun alveg. Það er bara rétt. Já. Það spáir svo fína veðri. Glæsilegt. Ég held að þetta get ekki klikkað. Þetta klikkar ekki. 12 ára yngri fá frítinn. Já. Og það er 1500 krónur inn fyrir hvort dag eða 2 og 5 fyrir báða dagana. Já. Við látum það nú alveg vera. Já, við erum þeir sem eru að borga þessi inn eru náttúrulega að styrkja Flugbjörgunarsveitina á Hellu sem er keppnishaldari. Og þú kemur þaðan? Ég kem þaðan og við erum þarna 40 starfsmenn frá Flugbjörgunarsveitinni. Já. Er þetta ekki, þú talar 40 starfsmenn, það hlýtur að vera tölur vinna að setja svona keppni saman? Það er náttúrulega gríðarleg vinna og svo ég vil náttúrulega gera þetta vel og þetta verður að vera flott svo að bæði áhorfendur og keppendur hafi gaman af. Já. Og eins og segja, vel á að vera það er bara eyða svolítið tíma í þetta og það hefur tekist vel. Búa til eitthvað fyrir augað og eyrun.
nákvæmlega. En hvað, þið eru sem sagt, er það bara öll sveitin sem að kemur að þessu? Það er nánast, það eru dregnir fram allir sem að mögulega einhvern tímann hafa starfað í sveitinni og þeim skipaði verkefni og það, fólk kemur ár eftir ár þó það sé ekki starfandi í sveitinni alla daga, þá kemur það alltaf við þetta og þykir rosalega gaman. Já, þetta er stemning. Þetta er rosalega stemning og það er bara eins og sem maður heyrir það bara svona á fólkinu og bæði keppendum og öllum og það er allir rosalega peppaðir í þetta. Já, þetta hefst á laugardaginn, fyrsta umferð Íslandsmótsins og klukkan 13. Já. Og einnig á sunnudaginn. En takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk hérlega.